Hauk Þrastar. Það náttúrulega mikið búið að tala það áður en mót byrjaði og eftir fyrsta leik og eftir leikinn í Frakklandi að Haukur Þrastar gæti verið vandamál og mér finnst stundum að það sé verið að því að búið að ganga svo vel að það verið að reyna að finna vandamálin. Ættu menn ekki bara að bíða og sýndi hann það ekki í gær og við vitum að hann frábær handboltamaður, eru menn ekki stundum að fara fram og sjálfum sér í gagnrýni? Jú, ég get svo sem örgulega bara tekið það til mín persónulega. Já, þú veist, maður er alltaf einhvern veginn, ellið ekki nógu sterkur hann í bakgrunn. Maður er einhvern veginn að leita í einhverja svona... Við erum með 20 mörki plus, búin að vinna 2 fyrstu leikina á EM sem er yfirleitt talið sterkara heldur en HM. Ég man ekki eftir svona byrjun, vissulega er þetta sögulega slægt pólskt landsliðs og ég ætla nú að koma með hana líka niður í jörðina og svo Ítalir með litla reynslu og svona. En erum við ekki stundum að búa til einhverja grílur? Já, það sem er líka gott í þessum leikjum tveimur og Janus kemur inn, Elvar og Gísli munu líklega að byrja alltaf. Þá erum við með farið skiptingar hana, erum með eina og jafnvel Óðinn í stuttri og svo gerist það að Janus eða Haukur kom inn eftir hvernig gengur. Ef Janus heitur, þá bara spila Janus og Haukur bara leysir hann aðeins af og Elvar fara að einbeita sér að vörn því við viljum ekki gera Elvar allt of þreyttan í fyrstu leikjunum. Svo gerist nákvæmlega saman nema Janus ekki heitur og þá kemur bara Haukur inn og Haukur kom inn ekki svo maður sem væri, það er bara maður sem ætla að sanna sig því að ef þú talar anda, ef þú tekir fyrstu varnirnar hjá honum, ég hef aldrei séð Hauk spila vörn svona. Hann tók og ýtti þeim út og bodychecka almennilega og það var hörku, þú bara sást leið á mætt inn bara, heyrðu, Haukur mættur sko. Svo koma mörkin og létti á honum að það, en bara svona, það er miklu betra að hafa leikmenn í 40 mínútur hlutverki, þú veist, Janus í fyrsta leik og Hauk þá í öðru leik í svona löngum móti, heldur en að vera einhvern veginn 20 mínútur og allir að rúlla bara þægilega eins og segir sko. Þannig að ég meina, ef við þurfum ekki að nota Hauk, þurfum við ekki að nota hann, en ef hann kemur inn, þá vitum við hvað Hauk. Við erum alltaf svona að spekulera, býtu, hvað hann, þú veist, líður honum illa, hvað eru svona þungið sem landsliðstreyja? Líður illa, það gengur vel sko að við þurfum alltaf að finna eitthvað. Já, við höfum svo sem, kannski höfum við verið kannski svona eins og með Hauk, þú veist, maður bara býst við bara svo miklu. Að hann svona hefur verið, finnst manni smá andlaus. Þetta feikilega óöfum meðsli á sínu ferli. Svo ert þú kannski aðalkallinn í þínu liði, en Gísli svo sem er að taka árásirnar hérna, þannig að þú veist, það er alveg eðlilegt á einhverju einni viku og þú finnir ekki einhvern 100% ryþma og allt, þú veist, hann er varamaður í þessu liði. En hann þarf samt vilja allir hann spila eins og gaurinn sem er í Ræningalöfum að taka bara allar ákvarðanir með hörku línum, eða þú veist skilur, þetta er ekkert sambærilegt.